en við fengum nokkra bloggara til að velja versta viðskiptamann ársins og einnig ummæli ársins og heyrum hverjir hljóta þennan heiður á eftir. En við ætlum að byrja á því að heyra hverjir eru hetjur ársins að mati þessara bloggara sem við leituðum til. Hetjurnar eru Hörður Torfason sem að boðaði til mótmælana á Austurvelli og það eru Gunnar Sigurðsson og þeir sem með honum efndu til borgarafunda og það eru menn eins og bloggarar eins og Egill Helgason sem að tóku hafa búið til rými í vefheimum þar sem að fólk hefur tjáð sig ástandið og þeir hafa leitað svara og reynt að skýra stöðuna og svo eru líka hetjurnar fólk eins og Björg Guðmundsdóttir sem að kallaði saman hóp fólks og hefur verið að reyna að setja upp sprotafyrirtæki og reyna að vinna úr þessari stöðu sem komin og leita inn í framtíðina hvað við getum gert. Já, það nú ekki margar hetjur á þessu ári en ein þeirra hlýtur að vera Suðurnesja drengurinn Óli Geir sem var kosinn herra Ísland hérna fyrir nokkrum árum síðan og var síðan sviptur titlinum af dómnefndinni vegna þess að hann þótti hafa sýnt einhverja misjafna hegðun en fór sem með máli lengra og náði að krýja út 500.000 í skaðabætur fyrir að hafa verið sviptur titlinum og það hlýtur að vera nokkuð hetjulegt. Það eru nokkrar. Mig langar að nefna fyrst mótmælendur. Á Íslandi er ekki hefð fyrir mótmælum og mér hefur fundist stórkostlegt að sjá fólk mæta á Austurvöll og á borgarafundina fyrst í hundruðum og síðan í þúsundatali. Svo langar mig að nefna 2 menn sérstaklega í sambandi við hrunið og aðdraganda þess. Það eru þeir Vilhjálmur Bjarnason og Þorvaldur Gylfason. Þeir hafa verið voru óþreytandi við að reyna að vara við. Þeir gerðu sitt besta, á það var ekki hlustað, þeir héldu samt áfram. Íslenska handboltalandsliðið, en hins vegar þá verður maður að gefa íbúum Suðurlands svolítið stóran plús fyrir að fara í gegnum jarðskjálfta og koma upp á því standandi og taka lífinu svona með stórískri ró eftir á og við erum búin að sjá það að fólk virðist alltaf jafna sig nokkuð hratt á honum. Það ég held að það gleymir svolítið í öllum atganginum í haust. Hetjur ársins, það almenningur, fólkið á götunni sem lætur ekki bugast og stjórnvöld fara illa með það núna og neiti að gangi lið með því í lífsbaráttunni. Jú, svo náttúrulega kvennalandsliðið í fótbolta vera orðin betra en karlarnir og handboltastrákarnir hljóta vera hetjur líka fyrir silfrið þannig að detti ég það með þeim í Beijing og stappaði á stálinu. Ég held að það hljóta að vera hún litla stúlkan Elladís og Ragna Erlendsdóttir, mamma hennar. Þær eru eiginlega alveg ótrúlegar hetjur. Elladís hefur barist hetjulega við einhvern óþekktan sjúkdóm í næstu 3 ár og er í langa tíma þráttur að vera aðeins 3 ára og samhliða því hefur mamma Elladísar þurft að vera henni stóð að stytta og á sama tíma vera að berjast við eitthvað svona bákn í íslenska kerfinu sem er ekki tilbúin til þess að veita þeim fullt liðsinni. En það er eiginlega samt ekki hægt að sleppa því að minnast á Hörð Torfason þegar maður er að ræða hetju ársins. Því að hann hefur gefið okkur Íslendingum farvið fyrir reið okkar og hvatt okkur, almenning í landinu, til þess að koma saman á Austurvelli á laugardögum og sýna okkur ekki sama þegar það er verið að tróða á okkur. Og það eru líklega margir sem telja að þessi mótmæli beri takmarkaðan árangur en ég er sannfærður það að þau séu að skila árangri. Ég er sannfærður að þau velgi ráðamönnum svolítið hressilega undir ökum og kveiki kannski á einhverjum pörum í kollinum með. En við skulum heyra núna hver voru ummæli ársins að mati bloggarana sem við leituðum til. Það eru 2 atriði sem koma þar mjög sterklega til greina. Það er annars vegar blaðamannafundur sem að Vilhjálmur Vilhjálmsson, fyrrverandi borgarstjóri, hélt í byrjun febrúar, það sem var upp í Valhöll og örugglega verst skipulagði blaðamannafundur ever. Og fundinn byrjaði hann því að segja, yppta öxlum og segja, á ég að segja eitthvað. Síðan var annað atriði sem að það var einn af þessum fyrstu krísufundum sem að Geir og Björgvin héldu í Iðnó, sem það var ekki bara svo fyrsti og eftir bankahrunið. Og þá var það að fjalla það og þannig fjármálakerfið hrunið og allt í rúst og engin veit hvað að gerast og Íslendingar allir svona mjög stressaðir og þá kemur þingfréttir þetta Morgunblaðsins og spyr hver sé stefna ríkisstjórnar í jafnréttismálum. Þetta var algjör snilld á mínum mati. Já, auglahrollur ársins hlýtur að vera þegar forsetinn mætti kastljósið í upphafi hrunsins og þessi klappstýra útrásarinnar gerist eftirbata píka, sko. Þá ég skelf ennþá þegar ég hugsa það.
Já, aularhöllur ársins hlýtur eiginlega að vera þegar að mótmæli vörubílstjóra fyrra árinu breyttist í pólitískt framboð fyrir Sturlu nokkurn Jónsson, vörubílstjóra. Og síðan voru eiginlega öll mótmælin svona svolítið einkennd af aularhöllu og þá ekki hvað síst líka gas-atvikið fræga. En mótmælin þau hófust alltaf því að þeir voru að krefast þess að bensínvél lækkaði, en síðan þegar maður kafaði aðeins dýpra kom á daginn að þeir vildu að hvíldar ákvæðum í einhverja reglugerðir breytt og þeir vildu fá að keyra linnulaust þjóðvegi landsins allan sólarhringinn. Og þeir sem hafa keyrt út á einbröðum íslenskum þjóðvegum vita það er ekkert sérstaklega gaman að fá risastóra vörubíla á móti sér á öðru hundraðinu. Og þess vegna held ég að það væri bara best að vörubílstjóra hvíli sér mest og kannski góð hugmynd fyrir Sturlu Jónsson að hvíla pólitískan fram að sinn. Ekkert út af því að hann eitthvað verri heldur en þeir sem eru á Alþingi nú þegar, heldur kannski frekar út af því að hann líklega ekkert skárri. Ég held að það hafi verið þegar sjálfstæðismenn í Reykjavík hafðu samband við véluðu Ólaf Magnússon til að taka að sér að verða borgarstjóri í Reykjavík og buðu til samkomu þar sem þeir kynntu það sem nokkuð svona sigur hátíð og maður sá á svip borgarstjóra meiri hlutans að fæstir voru samþykki þessu og við vissum öll sem hefum fylgst með ferli Ólafs að það er mætu maður en hann var gersamlega óhæfur til þess að vera borgarstjóri. Já, þá verið nú eiginlega, nú skipti maður árinu í rauninni eins og Vestmanningar gerðu hér árið í fyrir gos og eftir gos. Og það er fyrir hrun og eftir hrun. Aularhroll ársins fékk ég fyrir hrun í gas umræðinni þegar að löggan var þarna með vörubílstjórunum að sprauta á gasinu. Það fannst mér vera mjög aularlegt. Seinni aularhrollur ársins held ég að hafi verið þegar viðtalið við Jón Bjarka var í Kastljósinu. Þegar hann spilaði, það var spilað samræður þeirra Reynis Traustasonar. Það fannst mér eftir allt sem að Reyni var búin að segja. Það fannst mér, þá fékk ég aularhroll. Það komu nú margir til greina sem áttu marga góða aularhrolla á þessu ári, en sá besti var líklega lokasetning Geirs H. Haarde í ávarpi hans til þjóðarinnar þegar hann sagði eftir merkingaþrungna þögn, Guð blessi Ísland. Já, og þau þessi bloggarar að segja okkur á eftir hver er versti viðskiptamaðurinn á árinu hér rétt á eftir. Hver er versti viðskiptamaður ársins á Íslandi? Við skulum heyra hvern álitsgjafar völdu þess að bera þann vafasama heiður. Það er mjög auðvelt. Þeir eru reynda margir, það eru allir íslensku svokalluðu útrásarvíkingarnir og bankastjórar með talið. Hvernig þessi menn, hvernig þeim tókst að koma þjóðinni svona á kaldan klakan, reyndar með hjálp góðra manna, það mun ég aldrei skilja. Hvernig þið gátu það. Versti viðskiptamaður ársins er trúlega útvarpsstjóri sem að telur að skattpenningum okkar sé vel varið í að bjóða okkur upp á þætti eins og Gott kvöld með Ragnhildi Steinunni og Everwood og Spaugstofuna, en á sama tíma vill leggja niður svæðisútvarpin. Það er rosalega erfitt í þessu ástandi að fara að nefna einhvern einn af því að þá eftir að koma í ljós í rauninni hver er svo versti. Þegar allt er hrunnið og allt er í steik að þá er rosalega erfitt að segja að einhver einn sé verri en annar. Verstu viðskipti ársins hljóta að vera útgáfa bókar klappstýri útrásarinnar forsetann sem var dregin á prentun rétt fyrir útgáfu og sett aftur í prentun og breytt. Það hljóta að vera léleg viðskipti í ljósi allt þess sem hefur gerst. Stjórnendur lífeyrissjóðanna, þeir fóru illa með almannafé, þeir sólunduðu lífeyrissparnaði landsmanna og þótti gaman að sjá ávöxtunum örugglega meðan á gáðurinn stóð, en það er jafnleiðilegt núna að sjá lífeyri gamla fólksins hrynja og meira sé ég hefði vitað því að fjárfesta ekki neina á þessum tíma og ef þeir eru verri viðskiptamenn en ég þá eru þeir vondir. Ég held að bankastjóra gömlu bankana verði að vera í toppsætunum fyrir versta viðskiptamann ársins og ég veit ekki alveg hvort ég geti gert upp á milli þeirra en sennilega sá sem að hefur verið verður uppvíst af mestu og skrýtnustu samningunum og eins og þá er það
Kaupþing sem undir smásjá og talið að það hefur verið hyglað mörgum eigandum og bankastjóri þessa banka hlýtur að bera ábyrgð á því. Þannig að eins og og með þær upplýsingar sem núna koma fram í fjölmiðlum, þá segi bara Sigurður Einarsson. Forsvarsmenn meirihluta Sjálfstæðismanna og Ólafs S. Magnússonar í stjórn Reykjavíkurborgar hljóta eiginlega að vera verstu viðskiptamenn ársins 2008. Þessir einstaklingar sýndu það og sönnuðu á nokkrum vikum að það afskaplega auðvelt að fara illa með fé annarra þegar ráðist í það að kaupa einhverja handónýta kofa við Laugaveg 4 og 6 fyrir rúman $500 milljóna. Og það var svona vægast sagt einkennilegt að Sjálfstæðismenn skyldu hafa verið tilbúnir til þess að fjármagna eitthvað persónulegt gæluverkefni fyrir þáverandi borgarstjóra og það með peningum Reykvíkinga. Og margir af þessum sömu einstaklingum hefur áður sögt sér í svona eitthvað hyldýpi spillingar þegar þeir reyndu að einkavæða Orkuveitu Reykjavíkur í gegnum Rey í vonum eitthvað stórfenglegan persónulegan gróða á kostnað Reykvíkinga og það eiginlega svo ótrúlegt og sýnir hvað búið við litlu viðskiptaðir þessar einstaklingar að þeir skulu ekki hafa lært neitt af því ævintýri. En við byrjum á að heyra hverjir eru skúrkar ársins að mati álitsgjafa okkar. Skúrkar ársins eru að mínu mati ríkisstjórnin, alþingismenn sem að héldu ekki við efnið, fjármálaeftirlit og seðlabanki. Ríkisstjórnin átti og á öllum tímum að vera öryggisnið þjóðarinnar og þeim gjörsamlega mistókst að vernda það sem hægt var að vernda. Ríkisstjórnin stóð sér verst á árinu. Hún tók sér stöðu gegn almenningi með sjálfum sér og yfirhylmingarnar og sérhagsmunagæslan það sem blasir við mér, svona manninum á götunni. Og ég fæ ekki verið þeirri tilfinningu að það sé búið að binda samsúrrað bandalag stjórnmálastéttarinnar og auðjöfra og þau séu að berjast fyrir að halda sínum því að upplýsingaskorturinn bendir til þess að það sé verið að fela eitthvað skít. Því ef eitthvað gott væri í gangi þá held ég nú að athyglisjúkir stjórnmálamenn myndu segja frá því. En svo þarf að senda þetta fólk á námskeið og kenna því hvað iðrun og pólitísk ábyrgð þýðir. Skúrkar ársins eru vitanlega útrásavíkingarnir sem að fengu verðlaun fyrir að flytja sparifé út úr landinu eins og Sullenberger sagði. Þeir eru tveir hópar. Þeir taka til sem eiga. Það annars vegar þeir sem að líta á sem sjálfsagðan hluta í að íslenskir launþegar og skattgreiðendur greiði fyrir innlán í Bretlandi og Hollandi og hins vegar þeir sem að telja að fullveldi Íslands er betur borgið í skrifstofum í Brussel og segja í sömu setningu að þeir vilja skoða kosti og galla þess að gangi í Evrópusambandið og bæta síðan við að þeir vilja sjálfur gangi inn, greinilega þess að vita hverju kostinir og gallanir eru. Þetta eru skúrkar ársins án efa. Já, það voru margir skúrkar á þessu ári en verstur þeirra var trúlega skúrkurinn sem að við elskum öll og treystum öllu sem hún segir í blindni og þegar hún sagði við okkur að Ísland væri stórasta land í heimi og við trúðum henni en svo liði bara ekki nema nokkra vikur þangað til að koma í ljós að landið var ekki eins og nógu stórt fyrir bankana. Geir Haarde, hann ekki skúrkur að upplagi og ég hugsa Geir Haarde sem góður maður. En honum var treyst fyrir þetta maður sem að vélaði sig inn á þjóðina. Hann fer inn í kosningum með slagorðinu að efnahagsmálin séu það sem skiptir máli og honum sé treystandi fyrir efnahagsmálunum og hann var fjármálaráðherra og síðan forsætisráðherra og þetta, hann var í forsvari fyrir þessu kerfi sem að núna hrynur yfir okkur. Og það getur ekki annað verið en hann hafi vitað löngu áður en hann upplýsti í frægri ræðu okkur almenningum hvað var að gerast. Það eru eiginlega skúrkar ársins. Það eru ansi margir einstaklingar sem að slást fyrsta sæti í þessum sorglega flokki og líklega hafa það bara aldrei verið fleiri. En ef við tökum þessa einstaklinga í starfsöð þá getur maður nefnt Ágúst Guðmundsson, Ármann Þorvaldsson, Bjarna Ármannsson, Björgúl Thor Björgúlsson, Björgúl Guðmundsson, Finn Ingólfsson, Gunnar Pál Pálsson, Halldór Kristjánsson, Hannes Márásson, Hreiðar Már Sigurðsson, Jón Ásgeir Jóhannesson, Jón Sigurðsson, Karl Vennesson, Lárus Velding, Líf Guðmundsson, Ólaf Ólafsson, Pálma Haraldsson, Sigur Einarsson, Sigurjón Árnason, Steingrímur Vennesson og örugglega einhverja fleiri. Síðan getur maður eiginlega ekki dregið fram þennan listan að minnast í leiðinu aðra skúrka og það eru kannski helst þessir opinberu embættismenn sem áttu að geta hagsmuna almennings gagnvart þessum sömu mönnum. Þessir embættismenn, þeir deila fyrsta sætinu með útrásavíkingunum en málið bara það að þeir sitja allir í fanginu þeim.
Og nú skulum við heyra hvað álitsgjafar okkar telja séu ummæli ársins. Útlitið er ekkert slemt. Þetta er haft eftir Geir H. Haarde í Fréttablaðinu þann 16. janúar síðastliðinn. Og þetta eru vafalaust eina helstu ummælum ársins og tilefnið er að var raunveru greining Merrill Lynch á íslenska hagkerfinu þar sem að bent á það að hagkerfið fengi líklega harða lendingu á næstu misserum. En málið er líklega það að þessu ummæli eru ekkert sérstök frekar en nokkur önnur sem að fjalla á árinu í sama tón, nema hvað það eru svolítið einkennandi fyrir sofandahátt íslenskra ráðamanna. En öll þessi ummæli, þar sem að þessir einstaklingar sem að stjórna landinu afneituðu raun og ástandinu voru til marks um það að íslenski stjórnmálamenn voru að taka fullan þátt í þessum skollaleik útrásar glæpamannanna. Í byrjun ársins þá var svona skrítin uppákoma út af borgarstjórnarmálum í Reykjavík og það var viðtal við Guðjón Ólaf í Framsóknarmann og hann sagðist að vera með mörg hnífasett í bakinu eftir Björn Inga og þetta fannst mér svona myndræn líking. Í janúar, nánar tiltekið 13. janúar, sagði Hannes Hólmsteinn Gissurarson óborganlega setningu í mannamáli. Hann sagði sjálfstæðismenn eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin. Þetta fannst mér dásamlegt gullkorn. Næstu ummæli ársins myndu vera frá í febrúar. Þegar Ólafur Egilsson, annar af svokölluðum olíufurstum Íslands, sem að vilja setja olíuhreinsistöð á Vestfirði, hafði þau orð að fólk myndi örugglega gera sér ferð í skammdeginu til að horfa á ljósa dýrð olíuhreinsistöðvarinnar. Og ég sá fyrir mér Vestfirðinga brjótast yfir heiðar í hríðarbyljum til þess að horfa á þessa dásemd. Það er margt sem hefur verið sagt núna í hitta leiksins. Ég man eftir tvennu, annars hefur Bjarni Harðar sem sagði eitthvað þá leið mér að voru það smávægileg mistök í tölvupóstsendingu. Og svo Geir Haarde þegar hann sagði við skulum ekki persónugera vandann. Þetta svona finnst mér standa upp úr hvað bjánalega ummæli var það. Mér ofarlega huga þegar Lára Ómarsdóttir, fyrrverandi fréttamaður Stöð 2, sagði í beinni útsendingu að hún ætlaði að fá unglinga til að kasta eggjum í lögregluna í vörubílstjóramótmælunum hérna í vor. Síðan er það Vilhjálmur Bjarnason, fjárfestir og hagfræðingur og kennari á Háskóla Íslands, sem að sagði íslenska fjármálamarkað vera, hvað sagði hann, að væri fórnarlamb siðvillu, geðveillu og siðblindu. Allt það hins vegar stoppaði hann ekki því að taka þátt í þessu markaði og fjárfesta og njóta sína honum. Ummæli ársins á útibússtjórann í bankanum mínum. Ég gerði mér ferð þangað, stuttaferð í apríl og þegar ég satt þarna inni í 10 mínútur þá heyrði ég útibússtjórann segja minnstakosti 3 sinnum meðan ég var þarna. Það var ekki til neitt sem héti vesen eða vandamál, bara verkefni. Næst vil ég fá að nefna Óskar Bergsson sem var mjög ósáttur við það að Orkuveita Reykjavíkur skyldi hafa slegið Bitruvirkjun út af borðinu í maí. En hann sagði að það kæmu að minnsta kosti jafn margir erlendir ferðamenn til Íslands til að skoða virkjanir eins og til að skoða íslenska náttúru. Þetta fannst mér alveg stórkostlegt. Síðustu ummæli ársins sem ég langar að nefna eru frá borgarafundunum í Háskólabíó 24. nóvember. Þar sem að saman voru komnir 2000 manns. Og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra segir yfir fólkið, þið eruð ekki þjóðin. Þarna gerði Ingibjörg Sólrún mistök ársins. Og þá er komið að hneyksli ársins. Við skulum heyra hvað álitsgjafarnir töldu vera mesta skandal þessa árs. Það er eiginlega hversu langt svokölluð mótmæli hafa gengið. Það er annars vegar vörubílstjóramótmælin í vor, þar sem að mönnum var haldið, að fólki var haldið í gíslingu í bílunum sínum svo klukkutímum skipta sem nokkuð væri gert. Síðan þessi vitleysingar sem héldu að þeir gætu ráðist inn á lögreglustöðina til að ná í fanga, ráðist þar inn með bareflum og látum og eru svo bara hissa á því að löggan bauði mikið kaffi. Og eins árásin á Alþingi núna nýlega og það er svona eins og segi, hvað mótmæli hafa gengið langt á þess að nokkuð sé aðhafst. Bankarunni var allur aðdragandi þess var hneyksli ársins og hvernig var leyndir í þjóðinni en það sem að mér fannst langhneykslanlegast og finnst langhneykslanlegast núna er allt þetta sem er að koma upp á yfirborðið
hvernig staði var að málum í bönkunum og það var ekki bara eitthvað sem gerðist daginn sem að bankarnir fjallu, heldur var það eitthvað sem við vissum ekki hvað var að gerast til dæmis, við vissum þessa kaupréttarsamninga og þeir voru textalegir í sjálfu sér, en við vissum ekki að þeir væri bara á yfirborðinu, að þetta væri bara einhverjar svona millifærslur í bönkum þar sem að vera afskrifaða skuldir af þeim sem að eru stjórnendur í bönkunum. Það langsamlega staðista hneykslið. Hneyksli ársins mér nú ofarlega í huga vegna þess að ekki nóg með að það sé nýafstaðið, heldur kemur það til með að hafa áhrif á flest öll áform mín fyrir árið 2009. En þátturinn $1 milljón konan sem hún Ásdís Rána ætla að taka þátt í, hann er í uppnámi núna. Það ekki víst hvort að af honum verður og ég veit að þetta kemur til með að hafa áhrif á marga. Hneyksli ársins getuleysi fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans til þess að koma í veg fyrir hrun bankana og í raun og veru bregðast við því þegar að það var orðinn hlutur. Það í raun og veru með ólíkindum að æðstu ráðamenn þessara tveggja stofnana skuli ennþá sitja. Þrátt fyrir að allt fjármálakerfi landsins hafi hruni á einni viku, þá situr Davíð Oddsson upp í Svörtuloftum og hóta forystu Sjálfstæðisflokksins klofningi og mærir á sama tíma sjálfan sig og íslensku krónuna. Og á sama tíma þá situr Jónas F.R. Jónsson upp í fjármálaeftirliti og sötrar væntanlega á einhverju rauðvíni sem honum var gefið að bönkunum í jólagjöf árið 2007 og kvittar síðan upp á álagspróf fyrir handónýtar íslenskar fjármálastofnanir. Það sorglegt að þessi menn skuli ekki sjá sóma sinn í því að segja af sér og það sem ennþá sorglegra og raun og veru þyngra en tárum tæki að yfirmenn þessa manna skuli ekki vera löngu búin að sparka þeim á dyr. Baldur Guðlaugsson með hlutabréfin sín eftir ASEI-fundinn innherja viðskipti aldarinnar. Bankastýran sem tók að geta því að 180 milljónir hurfu úr heimilisbókhaldinu. Ég vil ekki hafa svoleiðis fólki vinna hjá mér. Og svo bara öll sérhagsmunagæslan þar sem verið að gera sérstaka díla fyrir auðmennuna og fólkið í landinu þarf að borga. Hneyksli ársins, það ekki bara hneyksli þessa árs heldur, gæti það líka talist hneyksli ársins þar á undan, þar að segja 2007. Það að ráðamenn íslensku þjóðarinnar skildi ekki hafa gripið fyrr í taumana í sambandi við efnahagsmálin. Vegna þess að aðvörunarbjöllur voru farnar að hringja fyrir svo löngu síðan að það hefði verið unnt að gera eitthvað í málinu miklu fyrr. Þess í stað sitja þeir í viðtölum, í sjónvarpi, útvarpi, hvar sem sumarið 2007, sem nýorðnir ráðherrar, bláeygir og yfir sig hrifnir af útrásinni auðmönnum. Já, þetta voru hneyksli ársins að mati álitsgjafan okkar.